Ástæðan af hverju seinni heimsstyrjöldin byrjaði. Margir sagnfræðingar eru sammála því að fyrri heimsstyrjöldin átti stóran hluta af því að sú seinni byrjaði. Ástæðan var sú að Adolf Hitler varð sár og reiður yfir því að Þýskaland tapaði fyrri heimsstyrjöldinni sem varð til þess að Frakkland og Bretland bönnuðu Þýskalandi ægastóran her. Frakkland og Bretland rukkuðu síðan Þýskaland afskaplega mikinn pening sem var til þess að fyrir árið 1928 þá var Þýskaland mjög nær því að eiga engan pening og nánast enginn átti vinnu og allir voru að svelta. Hitler tók þátt í fyrri heimsstyrjöldinni og trúði að Þýskaland væri besta landi sem til væri á jörðinni. Síðan þegar Þjóðverjarnir töpuðu stríðinu þá hugsaði hann ekkert öðruvísi. Árið 1933 var hann orðinn leiðtogi Þýskalands og ákvað hann strax að taka Þýskaland úr þjóðbandalaginu og svo lýsti hann afvopnunarákvæði verslunarsamningana. Hann vildi að Þýskaland myndi stjórna öllum heiminum. Hitler vildi ná landi sem stolið var af Þjóðverjum í fyrri heimsstyrjöldinni og hertaka svo fleiri lönd þaðan. Hitler hóf svo að starfa við efnahagsbyltingu. Árið eftir, 1935, nánar tiltekið 16. mars, byrjaði Hitler að brjóta verslunarsamningana. Hann innleiddi hirðskyldu í Þýskalandi og stuttu síðar stofnaði hann einnig flughers, Die Luftwaffe, og gerði þar með öllum ljóst að hann ætlaði sér alls ekki að virða gerða samninga. Hann hélt því samt fram að markmiðið væri bara 50.000 manna her. Seint sama ár setti Hitler lög sem sögðu til að gyðingar mættu ekki gegna opinberum embættum og ekki giftast út fyrir sinn hóp og sama ár var Þýskaland eitt af sterkustu og valdamestu löndum í heimi. Árið eftir tóku Þjóðverjarnir hlutlaus svæði sem kölluðust Rínalöndin sem olli áhyggjum hjá Frökkum en ekki Bretum. Áfram héldu Þjóðverjar að skapa áhyggjur þegar þeir undirrituðu samninga með Ítalíu og Japan, en báðir samningarnir beindust gegn kommúnistum og þar með komst öxulveldin af stað. Árið 1938 tók Hitler bæði Austurríki og Súdetahéruðin í Tékkóslóvakíu. Þegar Þjóðverjar tóku yfir Austurríki var innránsliðinu fagnað á götum úti, ekki síst vegna þess að Hitler var austurrískur. Þetta var enn annað brot á Versailles-samningnum hjá Þjóðverjum og fór að fjúka í ráðamenn í Frakkland, Bretland og fleiri löndum. Árið 1938 var sú nótt sem kallaðist Kristallnótt. Þá var ráðist á búðir gyðinga eða þær rændar. Hundruðum af bænhúsum brennt og fullt af gyðingum barðir. Það var ekki fyrr en árið 1939 þegar Þjóðverjar réðust á Pólland þegar Frakkar og Bretar lýstu stríði við Þýskalandi og þar þróaðist stríðið og fleiri tóku þátt og þannig var seinni heimsstyrjöldin dýrasta og mest spennandi stríð allra tíma.